Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Ferðafélagið Trölli í Ólafsfirði býður upp á reglulegar göngur svæðið en það eru 2 áhugakonur fjallgöngur sem sjá starfsemina. Okkur datt þetta eiginlega bara báðum í hug í fyrra vor, okay. Ég var svo sem búin að ganga með þetta í maganum dálítið lengi og reyndi aðeins hérna í hitti fyrra. Það var alltaf svo ömurlegt veður og það eiginlega lagðist af bara út af því. Já. Og svo bara kýldum við á þetta í fyrra vor að fara að vera með göngu einu sinni í viku, alltaf á miðvikudögum. Ætlum fyrst að hafa þetta bara svona einhverja kvennagöngur en svo gátum við náttúrulega ekkert vísa karlmönnunum frá. Nei, bara þeir eru ekki eins duglegir og kvenfólkið að koma en það er að læðast með 1 og 1 og stundu 2 og 3. Já. Og við skipulögum okkur ekkert svo mikið í fyrra þegar við byrjum. En núna ákveðum við bara að halda áfram með þetta og skipuleggja okkur alveg frá maí og fram í september. Þannig við erum alveg með tilbúnar göngur sem við vitum fyrirfram, sem fólk getur séð bara inn á fjallabið.is og inn á Facebook líka. Þannig að þú getur séð alveg fyrirfram hvaða ganga er næst og hvaða fjall mánaðarins. Fyrir svo einu sinni í mánuði á laugardögum klukkan 10. Þá erum við að fara upp á eitthvað fjalli hérna. Það við snóaðum hérna í Tröllaskaganum. Mjög gaman. Og hvert markmiðið með þessu? Bara að fá fleiri til að koma með okkur í fjallgöngur. Við höfum sjálfar alveg rosalega gaman af fjallgöngum og þetta er svona pínu eigingirni okkur líka sko. Það var svona afsökun til að fara í fjallgöngu. Draga fólk út og hreyfa sig. Þetta er bara ódýrasta líkams bara þjálfun sem getur fengið og bara besta fyrir sál og líkama. Það er svo gefandi líka þegar maður er komin upp að horfa á útsýnið og það er svo mikið velun. Gulrót, við erum alltaf með gulrót í poka sko, það eru allir komin upp að fá allir gulrót. Þetta svæði hentar nú væntanlega einmitt mjög vel til svona útvistar. Heldur betur sko, alveg bara. Ég held að þetta sé bara með því flottara landinu, Tröllaskaginn hérna, til fjallaferða. Já, mjög svo. Og núna heitum við ferðafélagið Trölli og erum í rauninni eitt af mörgum hérna undir markastofu Ólafsfjarðar sem komst á laggirnar núna bara í vor. Og við erum bara öll að vinna að því, smá og stór hérna í bænum að koma okkur bara á markað og auglýsa okkur og fá ferðamenn, bæði útlendinga og íslendinga til þess að koma og sýna sig og sjá allt sem er í boði hér. Sko, ferðafélagið Trölli var stofnað fyrir þó nokkrum árum og það er búið að vera svona hálfsofandi, sko. Við erum svona aðeins að reyna að endurvekja það. Ég veit að ferðafélagið Trölli er til dæmis búið að fá styrk til að setja upp hér allskyns skilti með upplýsingum svæðið. Sá styrkur liggur inn og bók og bíður eftir að verða eitthvað gert með hann, sko. Þannig við erum svona að reyna að rífa það bara upp og nota nafnið og bara fara að gera eitthvað með peninginn og já, markaðssetja okkur og auglýsa og bara vonandi er þetta bara byrjunin að flott og stóru félagi. Og hvernig eru þessar göngur? Hvernig hafa það verið sóttar? Það er svona mjög seflega. Fer svolítið eftir veðri og aðstæðum. Já. Það var til dæmis rosalega flott þáttaka í sólstöðu göngu hjá okkur upp á Múlaplan, gamla Múlaveginn. Þar voru mætti 38 manns sem okkur fannst bara mjög flott. Svo hefur þetta farið alveg niður í 2 sko. Já. En við reynum að láta veðri ekki stoppa okkur nema að sé bara svo mikið þoka og bara lélegt skyggni. Við ætlum nú ekki að fara að kalla út björgunarsveit til að láta leita okkur sko. Þannig að veðrið er ekki afsökun. Við getum alltaf klætta af okkur og farið eitthvað aðeins styttra þá eða breytt Þannig að það er allir gott að vera úti sko. Við erum að fara á stað klukkan 5 og erum kannski að labba alveg til 9, hálf 10 og þá lendum við oft í því að Hafgólan dettur niður og við erum að labba í bara algjöru logni og næs sko. Svo erum við líka oft lendið því að við erum að leggja stað og það er kannski svona góð gjóla. Svo leiðum maður er komin eitthvað svona inn á dal, þá dettur allt í dúnalogn. Það er bara oft æðislegt veður hérna upp á dölunum. Því að fjöllin er að skila okkur. Svo höfum við náttúrulega snjóin hérna, þannig að það er stundu gott að ganga á honum, bæði upp og náttúrulega æðislegt að renna sér niður. Við erum bara miklu fljótari og svo bara finnum við barnið í okkur líka þegar við erum að setjast og renna okkur bara niður snjóin og allir hafa Gargandi snill. Það er æðislegt. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við þetta starf?
að fara í fjallgöngu með fólki, bara að vera með skemmtilegu fólki og bara komast á aðfangastað og bara leyfa öðrum að njóta og sjá hvað þetta er dásamlegt og bara gott. Þetta er bara hotlasta og skemmtilegasta hreyfing sem maður kemst í líka. Hvað myndi segja fólk sem langar svona að prófa en þú er kannski ekki alveg í fjallgöngur? Já, bara, það er ekki bara fjallgöngur, við erum með svo mikið að dölum sem við erum að labba inn í og þetta er bara svona þægilega aflíðandi, mikið af þessu og það eru lýsingar inn á síðunni fjallabið.is með hverja göngu fyrir sig, hvort þú þarft stafi eða almennilega gönguskó, hvort þú sé bleita eða legglífar eða hvað. Þannig að það er bara að gera að skella sér í einhverju sem er svona þægilegu, á þægilegu stíi. Og þegar þú prófa það, þá er ekki aftur snúið, sko. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.